það kannski eitt sem var þegar bara sem var verið að ræða bara heimi á mér í morgun og það það auðvitað að það sko allt í einhverjum frétt það og konan segir við mig Frú Helga, býttu hvað í gangi eiginlega, hvað þetta með ölgerðina, hvaða nafn þetta? Bera, og það sem sagt nýtt nafn sem ölgerðin var að tilkynna. Bera, já. Já, og það heitir Bera og ég skilda þannig að ölgerðarnafnin sé ekki farið sem stíkt, en það, og þetta er svona yfirheiti þá á... Þetta er svona yfirheiti og við munum sjá... En það félagið í Kauphöllinni, Akkúrat. Það mun heita Bera. Það mun heita Bera. Já. Alveg eins og Skaginn, það með sko vís og fossa, fjárfestingar skiluru. Og það kannski svo Hagar sem eru þá með og þá auðvitað Skel auðvitað sem með fullt af dótturfélögum þannig að Andri Þór Guðmundsson forstjóri ölgerðarinnar hann hefur sagt sem svo að þetta sé verið að skerpa línur og búa til svona að hver rekstrareining verði skýrari og hafi skýrari markmið Þannig að hann vil ég nú örugglega róa fólk því að ég sá að einhverju, ölgerðin farin? Já. Þetta hét nú einu sinni ölgerð Egil Skallagrímssonar og var nú svona í lífni. Það var svona vikt í því nafni. Já, mjög mikil vikt Það var vikt í því nafni. Það nafn sló vel. Já, Og ölgerð Egil Skallagrímsson. En við höfum nú sagt það og Andri kom nú í mjög skemmtilegt viðtal við okkur á árinu. Já, í vor. Og við þurfum nú að fá hann fljótt aftur til þess að fara. Já, bara þess að fara og þetta nafn. Já, og við vitum það báðir, Andri mjög snjall markaðsmaður og hann, þetta mjög flinkur markaðsmaður. Já, gert að ígrunduðu máli, tel ég,